Föstudagsþátturinn heldur áfram og næst ætlum við að vinda okkur yfir í skíðagöngu. Það var orðið algjör sprenging í skíðagönguiðkun á Íslandi almennt og hingað til mín til þess að ræða það komin Freydís Heba Konráðsdóttir, íþróttakona. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hvað útskýrir þessar miklu vinsældir skíðagöngunar þessar mundir? Fyrst og fremst held ég að það sé COVID-ástandið, fólk hafi þurft að finna sér eitthvað að gera. Já. En síðan það líka bara þegar þú ert búin að pröfa þetta, þá finnst þér þetta bara æðislegt. Þetta svo frábær hreyfing og útivera og henta náttúrulega svo mörgum að ég held þess vegna sé þetta svolítið svona breiðast mjög hratt út, sko. Já. Upprunalega kannski fyrir nokkrum árum, þú veist, þegar ég var að æfa alveg fyrir 20 og eitthvað árum eða jafnvel meira, þá var þetta bara mjög lúðalegt. Maður var bara algjör lúði, sko. En svo fyrir nokkrum árum þegar landvættirnir fóru af stað, það var svona 4 þrautir sem að tekur heilu ári og það meðal skíðaganga, að þá fór fólk kannski að uppgöta skíðagönguna, fóru að æfa sig til þess að fara í það. Já. Það held ég að hafi triggerað svona smá aukningu, en svo núna í vetur og síðasta vetur þetta náttúrulega gríðarleg sprenging. Já, COVID í rauninni bara hjálpaði skíðagöngunni, ræktirnar loka þar og fólk að leita annarra leiða til þess að fá sína líkamsrækt. Já, og svigskíða eða þess brekkurnar voru lokaðar náttúrulega fyrstu. Já. Þarft minni snjó til að komast á skíði eða skíðagöngu heldur en svigskíðin. Einmitt. Þannig að þetta tikkaði ansi mörg box hvað það var þar. Algjörlega. Og hægt að stunda víða, þú veist það er hægt að fá náttúrulega, það ekki rétt með gönguskíði sem að þú getur verið utan brautar í líka og þannig það hægt að gera alls konar. Já, það alveg þannig, maður getur alveg farið á gönguskíðin í rauninni hvar sem sko. Já. Þannig að það bara mjög fjölbreytt. Og þú hefur verið að leiðbeina fólki sem að taka sín fyrstu skref, það ekki rétt? Jú, ég var að æfa þegar ég var krakki. Gerði svo ekkert meira, flutti bara hingað inn eftir, ég frá Ólafsfirði og flutti svo hingað til Akureyrar til að fara í menntaskóla og hætti þá að æfa skíðin. Síðan ákvað ég að taka landvættina fyrir nokkrum árum og fór þá aftur á gönguskíði og svo ég ég hjólreiðakennari og þannig að þegar fólki sem var að æfa hjá mér á sumrin var svona, heyrðu, þú kannt líka gönguskíði, getur ekki kennt mér líka á það og þannig fór ég út í það að kenna í skíðagöngu. Það var bara að taka svona engatíma og þannig og svona, byrjaði í fyrra. Síðan hafði Hótel Kea samband við mig fyrir þennan vetur og bað mig að vera með svona minni námskeið, 3 tíma námskeið fyrir hópa, bara litla hópa sem þeir eru þá bjóðið upp á svona pakka. Og við byrjum að auglýsa einhverjar 4 helgar og þetta núna orðin 2 námskeið á hverju helgi, einhverjar 8 helgar sko. Og bara fylltist allt leið og þannig að það bara stanslaus ásókn. Já, algjörlega. Já, frábært. Og líka einmitt í engakennsluna þá þú veist, ef það einhver að horfa á þetta sem góður skíðagöngumaður, þá vantar engakennara. Því að, þú veist, ég með langa lista sem ég varla að fara að komast yfir að kenna. Svona, þú veist, það sem kannski 2 til 4 saman í hóp eða eitthvað þannig. Einmitt. Því að það mjög mikilvægt að fá svona fyrstu tipsin, því að fólk annars fer á þetta og þú veist, fer bara af stað og kann samt ekki að stoppa sig og keyrir bara næsta mann í brautinni eða dekkur fasta rassinn og svona. Einmitt, bara til þess að fá sem mest út úr því að þá skiptir máli að vita eitthvað hvað maður að gera. Akkurat. Þetta ekki alveg bara að setja á sig skíði og stafi og fara bara að labba. Þetta alveg önnur íþrótt með annarri tækni heldur en bara labba með stafi. Já. Og reynir náttúrulega á alla vöðvana í líkamannum, hefur maður heyrt að þetta sé rosalega góð alhliða þjálfun. Já, algjörlega. Þú reyna á alla vöðva í líkamannum myndi ég segja, sérstaklega ef þú þú ætlar að fara á skíðin þannig og ganga svolítið rösklega, að þá fljótur að ná púlsinum upp og mjög góð svona þolþjálfun og styrktarþjálfun líka, fólk alveg að fá strengi í kviðinn og bakið og fætur og allt eftir klukkutíma æfingu eða þeir sem líka að byrja fá náttúrulega strengi allstaðar. Já. Eðli málsins samkvæmt og það bara fórnar kostnaður. Já. Þannig að, og þetta náttúrulega ótrúlegar tölur sem að sjá og heyra aukningu á skíðasvæðunum í gönguskíðabrautum. Já, það alveg, ég svo sem ekki alveg með allar tölurnar, en maður sér það bara, það var þannig að eins og bara upp í Hlíðarfjalli, þá
var kannski tróðið hann einu sinni og svo var fólk bara nokkru að labba hann að hringi. Núna eru með Facebook síðu, fólk endalaust að pósta hvenær verður tróðið og þeir eru að tróða fleiri og fleiri hringi og inn í Kjarna líka og þetta bara svo gríðarlega mikið af fólki sem að koma og fara á skíði. Já, það kallar náttúrulega á meiri þjónustu þegar eru svona margir hituna. Já, og bara mjög góð aðstæða náttúrulega sem við höfum að ef það er vont veður upp í Hlíðarfjalli þá getur fólk verið inn í Kjarna og þeir eru að tróða Hamra og alveg inn í Naustaborgir og það er náttúrulega svo fallegt svæði að og maður fær líka bara svo mikið út fyrir að fara og vera úti þó að sé skítkalt eða vindur eða eitthvað þá ertu allan í skjóli inn í Kjarna og Einmitt. Og svo ertu að koma með svona aðeins meiri keppnisbrautir og svona upp í Hlíðarfjalli og þar sem er ekki búið að labba, það er svolítið oft sem fólk er að labba líka náttúrulega í göngubrautinni. Já. Og getur skemmt sporið en svona flestir að reyna að halda sig til hliðar. Og hvað ráð myndirðu gefa fólki sem eru að horfa kannski og hefur annarkvort ekki stigið á gönguskíði eða er mörg ár síðan. Hvað ráð myndirðu gefa því fólki ef það kitlar það að prófa? Já, að prófa. Já, ég myndi þá mæla með að byrja á því að fara og finna einhvern flata. Ekki fara upp brekku ef þú veist ekki alveg hvernig þú ætlar að komast niður hana. Þú þarft að geta bremsað. En fyrst sinn meðan maður er að ná jafnvæginu, þá er það bara að fara af stað á flata og sleppa stöfunum. Fara bara á skíðunum með enga stafi og vera svolítið svona beygður í hnjám og mjöðmum og ganga eins fram tilbaka á flata. Það er eiginlega það besta sem við getum eiginlega öll gert, líka þeir sem eru vanir að æfa jafnvægi þannig og stöðuna. Einmitt. Það er svona fyrsta skref. Þannig yfirleitt er þess að fólk kemur til mín og það er búið að vera alveg heilengi að reyna að smella sér í skíðinn og koma sér í stafina og eitthvað og þá segja já, ok, nú ætlum við að taka þetta allt af ykkur og nú erum við bara að fara á einu skíði og það er bara svona eitt skíði, síðan ok, nú notum við bæði skíðin og engin stafir fyrir að koma með nokkuð gott jafnvægi í að standa á skíðanum. Það er svo margir sem byrja að halda bara fast stafina og þeir séu allt jafnvægið. En það þarf að koma frá fótunum. Fótunum, já. Því að þetta leiður komin á ferð þá skiptir það langmest máli. Einmitt. Þannig að þú verður í þessu bara fram á vorið að leiðbeina fólki. Það er alveg þannig og bara mjög skemmtilegt sko. Mér finnst það alltaf skemmtilegt og það er ekki bara því að hlæja fólkinu sem er detta. en ég segi líka alltaf fólk að það verður líka að geta hlegið af sér eða dettur. Bara spyrja fyrst hvort það sé í lagi og síðan má fara að hlæja. Af því að það verður líka að segjast þess að þetta er alveg pínu lúðalegt sko. þegar maður er að þú þarft að vera búin að æfa mjög lengi til að vera ógeðslega flottur á gönguskíðum. Fyrstu sinni er allir svona eins og einhver gæsir og með stafi og að reyna að fara í plóniður og það er bara rosa krútlegt sko. Og að gera að sækja sér einhverja hjálp svona til að byrja með að fá svona helstu tækni svona til þess bara til dæmis það hvernig átt að detta. Til þess að detta ekki beint á rófubeinið eða og reyna að detta til hliðar svona gracefully. Og ekki með stafina fyrir fram að þig og aldrei bremsa með stöfunum. Nei. Það eru alls konar svona smáatriði sem að maður nær að koma áleiðis bara á klukkutíma og sem gerir alveg gæfumuninn fyrir fólk sem er að byrja sko. Og ég held að þessi bara mjög viðeigandi og bara almennt í lífinu ætti maður að njóta þess að vera lúðalegur af og til. Þetta er frábær loka orð. Þakka þér kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu og gangi þér vel að leiðbeina öllu þessu fólki á gönguskíðunum. Takk fyrir það. Takk fyrir komuna. Takk.